ekki nafn, heldur skammstöfun fyrir Electro Lightning Organization sem svona, já, sem þessi tilvísun meira í CIA og fleira svona í þeim dúr og kannski vel við hæfi núna þegar að verða að sýna myndina Mission Impossible. En hljómsveitin ELO var stofnuð 4. ágúst 1979 og gáfu þá út sína fyrstu plötu sem hét Best, ELO Best og sú plata var algjörlega sem sagt já, var svona öllu leyti má segja unnin af gítarleikara hljómsveitarinnar Jeff Lynne en öll lög á plötunni, allir textar, allar útsetningar og dreifing sem sagt fór fram af hans hálfu. Hann sá algjörlega útgáfuna og þess mátti gaman geta að foreldrar hans, það voru foreldrar hans sem að fjármögnuðu þessa plötu og gerðu það mögulegt að ELO sem sagt gáfust út og það skipti engum togum að þegar að platan kemur út að 2 vikum seinna eru 8 lög komin á vinsældarlista 1979, 8 lög á vinsældarlista í Bandaríkjunum og kannski trónaði þar efst lagið Mr. Blue Sky sem að margir kannast við og þekkja eflaust. En eftir þau gáðu sína fyrstu plötu þá byrjaði svona vegur ELO að brekka og rísa og þeir fóru í tónleikaferðir sérstaklega Austurlönd, gerðu stóra hluti í Japan og voru með miklar vinsældir í Japan. ELO hafa aldrei náð miklum vinsældum í Evrópu, fengið litla spilun og svona ekki einhvern veginn á sér á strik en verið kannski vinsælli í Austurlöndum, í Japan, Kína og ég tala nú ekki í Bandaríkjunum. En meðlimir ELO eru 3 og þar má fyrstan telja Jeff Lynne og George Hutchinson og William Shackenston. En við skulum byrja núna á því að hlusta á lag með ELO sem að ber nafnið Evil Woman og þetta lag er samið af Svían okkurum sem heitir Hasse Lindqvist og heitir upprunalega Onda kvinna og svo hlusta á þetta lag. Með það, hann hélt hann ætti sem sagt peninga sem hann átti svo ekki til og var það konun hans að kenna og þegar að þeir strákarnir í ELO Jeff Lynne og félagar komust yfir þennan texta og þá höfðu þeir samband við Lindqvist og fengu þetta lag að lánu. Þetta var aldrei komið fram held ég að þeir sömdu aldrei þetta lag. Þetta er í rauninni, þetta er ekki stólið en þetta er keypt lag og það er kannski staðreynd sem er að koma fram í dagsljósið fyrsta sinn núna. En Jeff Lynne heimfæri þetta svolítið upp á sína konu, Catherine Lynne, sem að hafði reynst honum svona óþægur ljár í þúfu og já, maður kannski tekur ekki svona til orða en hún hérna fór illa með fjármál þessara fjölskyldu, með Lynne fjölskyldunar. Foreldrar Jeffs lögðu út fyrir plötunni stórar upphæðir veðsöttu hús sem þau áttu í Orlando og Catherine, hún gekk í þessa peninga, hún sólundaði með sjálfa sig, hún lifði í vellistingum, flottræfilsháttur var aðalsmerki sem að ELO félagarnir fengu á sig út af Catherine og þess vegna var þetta lag mjög vel við hæfi. En eftir að ELO gaf út sína seinni plötu, I Know, sem að kemur út 84, að þá kveður við allt annan tón. Catherine og Jeff eru nú orðin vinir og hérna má sjá þau í faðmlegum og tónleikum og allt virðist leika í lyndi og í viðtali við Rolling Stones 1900
þá segja þau það, hjónakotin, að Katrín sé búin að fara í áfengismeðferð og meðferð við spilafíkn sinni og allt leiki nú í lyndi á milli þeirra. Og af því tilefni þá semur Jeff Lynne í samráði við Hasse Lindqvist annað lag sem að hann tileinkar konu sinni og kom út á þriðju plötu þeirra félaga sem heitir einmitt My Woman og titillag plötunar Sweet Talking Woman og við skulum hlusta á það lag.